Takk fyrir að bjóða mér að fá að vera með ykkur. Ég er óbúslega glöð að sjá bara hvað það er mikið af fólki í samfélaginu okkar sem er einhvern veginn að ræða það sem er í gangi og velta fyrir sér hvaða leiðir hægt er að fara til að einhvern veginn að sporna við þessari stöðu. En ég held sér kannski pínu mikilvægt áður en ég byrja að spjalla þessa núverandi bylgju núna að ég útskýra aðeins hvaðan ég er að koma. Eins og Flósi segir þá er ég, hægt kannski að titla mig sem aktivista. Ég hef seinustu 5 ár haldið úti Instagram síðu sem heitir Fávitar og hún er í raun átak gegn stafrænu og annars konar kynferðisofbeldi og byrjaði þegar ég var 19 ára gömul af því að mér langaði svolítið að sýna fram á það hvers konar skilaboð voru að eiga sér stað á netinu og ekki bara skilaboð sem ég var að fá send til mín þó síðan hafi vissilega byrjað þannig að ég deildi mínum eigin samskiptum þarna inn á heldur bara til að sýna fram á hvað einhvern veginn alls konar fólk í samfélaginu okkar var að fá sent til sín og var líka að senda til annarra. Frá því að ég byrjaði að birta þessi screenshot þá fór fólk síðan í framhaldinu að senda mér sögur af kynferðisofbeldi í þeirra daglega lífi og ég held á þessu 5 árum þá hafi sögurnar verið einhver þúsundir. Þannig að þetta er gríðarlegt magn af ofbeldi því miður sem er að eiga sér stað í samfélaginu okkar og það sem ég fekk sent til mín ég er alveg viss að það er brot af því sem er raunverulega að eiga sér stað. Þannig að það er mjög mikilvægt að við áttum okkur á því að þetta er ekki undantekningar tilfelli ein og ein kona og við erum búin að sjá það örugglega bara flest í þessari bylgju núna. Þetta er rosalegt magn. Þegar ég var búin að vera með þessa síðu í nokkur ár þá var ég farin að fá fyrirspurnir það að koma og flytja fyrirlestra í grunn- og framhaldsskólum og félagsmiðstöðum og eftir smá umhugsun þá lét ég verða af því að ég myndi velti því svolítið fyrir mér þegar ég var að byrja hvað ég ætti svo sem að fara að kenna öðrum þessar hluti af því að ég er nú engin sérfræðingur í samskiptum með kynlífi eða ofbeldi en ég ákvað bara að reyna að fræða mig svolítið sjálf lausnir og hvað við mögulega getum gert og ég kom svolítið að því þá að því miður þá er kynfræðsla enn af skornum skammti í skólakerfinu okkar þrátt fyrir að við séum skuldbundin samkvæmt lögum og samningum og námskrám að kenna þessar hluti. En ég held að skipti rosalega miklu máli að það verði breytt í framhaldinu að við tryggjum kynfræðslu fyrir öll börn á Íslandi, saman hvort sem að tala ófötluð börn eða fötluð börn, við séum að tala börn sem eru með íslensku á móðurmáli eða ekki, ég held að skipti máli að við tryggjum þetta fyrir öll börn óháð stöðu þeirra. En já, þannig að ég hef verið að sinna þessu síðastliðin ár og á þessum sögum, þessum þúsundum sagna að þá hef ég komist að því að þeir sem eru að beita ofbeldi er ekki bara einhver skrýmsli í einhverjum húsasundum. Þetta er fólk í samfélaginu okkar, alls staðar í samfélaginu okkar og ef við erum að sjá þúsundir kvenna stíga fram og segja frá ofbeldi af því að við verðum svolítið að tala þetta mál sem kynbundið af því það virðist því miður vera svoleiðis að þolendur séu oftast konur og gerendur oftast karlar þó að það þýði ekki að karlar verði ekki fyrir ofbeldi eða konur beita ekki ofbeldi eða annað fólk sem skilgreinir sig utan þessarar tvíhyggju. Þurfum að tala þetta svoleiðis og ég held að þessi byltingu núna, þessi bylgja, þessi MeToo-bylgja núna, númer hvað hún svo sem, sé að spretta upp úr því að við erum ekki alveg að átta okkur á því hverjir það eru sem eru að beita þessu ofbeldi og það er ofboðslega mikil gerendameðvirkni í samfélaginu okkar. Við einhvern veginn trúum því ekki að menn sem að komi vel fram, brosi fallega og séu góðir við ömmu sínar geti líka beitt ofbeldi og ég held að þetta sé eitthvað sem að þurfi algjörlega að breytast og að það sé þá líka rými í samfélaginu okkar fyrir fólk til að axla ábyrgð, gera betur í framhaldinu, leita sér aðstoðar og ég held að við þurfum svolítið að leggja áherslu á það að séu fleiri úrræði í boði fyrir gerendur og ég upplifi bara núna að þessu umræða sé svolítið að spretta fram vegna þess að fólk sé bara einhver uppgjöf í gangi að konur þurfi einhvern veginn á nokkur ára fresti að rífa upp mjög erfið og gömul sár til að fá fólk til að trúa því sem er raunverulega að eiga sér stað. Og ég held að á meðan kynferðisbrotamál sé einhvern veginn samtöl kvenna að þá séum við ekki að fara að komast neitt mikið lengra heldur en við erum akkurat núna. Við þurfum að fá fleiri inn í þetta samtal, við þurfum að fá menn til að tala við menn, af því miður það svoleiðis að karlar hlusta frekar á karla þegar að það kemur að þessum hlutum og það þarf ekkert endilega bara að vera á einhverjum opinberum vettvangi, heldur bara að karlar tala við vini sína.
karlar velti fyrir sér og bara, þú veist, við almennt veltum fyrir okkur hegðun okkar í fortíðinni og hvort að við mögulega getum verið að taka þátt í að viðhalda þessari ofbeldismenningu sem að þrífast á Íslandi. Og ég held að við þurfum einmitt svolítið að líta á þetta svoleiðis, þú veist, að við séum þátttakendur í að halda þessu halda þessu ástandi óbreyttu ef við erum ekki aktíft að reyna að berjast gegn þessu, og til þess að berjast gegn þessu þurfum við líka átta okkur á því hver staðan og ekki vera í afneitun gagnvart því að hversu mikið af þessu raunverulega að gerast. Og ég held að við þurfum svolítið að fara bara algjörlega í grunninn á þessu og tala við börnin okkar og unglingan okkar, af því að ég held að þessi hegðun sé algjörlega lærð. Ég upplifi það bara á fyrirlesturum hjá mér að sko nánast okkur einasta fyrirlestri að þá kom kennari til mín eða starfsfólk skóla kom til mín og varaði mig við ákveðinni svona strákastemmingu. Strákarnir eru nú örugglega með pínu læti hérna á fyrirlesturnum. Þeir eru svolítið svona með vesen og ég þurfti alveg á fyrirlesturnum mínum að berjast athyglina af því að þeir hafa bara einhvern veginn lært að þeir eiga að taka pláss og þeir megi vera með vesen. Ég hef aldrei þurft á fyrirlestri hjá mér að sussa á stelpunar af því þær séu einhvern veginn að reyna að espa mig upp sko, sem alveg svolítið áhugavert í sjálfu sér. En ég semst vöru við þessu og ég held að þá hefur kennararnir kannski upplifað, já þetta bara þessi strákar í þessum skóla, en þetta á landsvísu, þetta einhvern veginn strákar læra frá bara frá því þeir eru mjög ungir að taka pláss, að vera með vesen, þeir eiga að stjórna, þeir eiga að vita allt. Og þegar ég spyr þá einmitt á fyrirlesturum, þú veist, hvort þeir vilji spyrja með ykkur og þá fæ ég oft viðbrögðin bara, við vitum þetta alveg, við vitum þetta allt saman. Og það einhvern veginn eins og þessi veikleikamerki fyrir þá að biðja aðstoð eða spyrja, heyrðu ég veit ekki, getur þú hjálpað mér þannig að ég geti gert þetta vel. Og ég held að sé ofboðslega mikilvægt að við reynum svolítið að setja fókusin okkar á unga stráka, að kenna þeim til að þeir einmitt geti gert þetta vel, af því að tölurnar og sagan sýnir okkur bara það að því miður þá eru ungir strákar ofta að vera gerendur án þess að átta sig á því. Og það kannski bara fylgikvilli þess að við búum í mjög klámvæddu samfélagi. Og strákar, því við heyrum svolítið svona ég upplifði þetta svolítið eftir fyrstu MeToo-bylgjuna að orðræðan var svolítið hvað má ekkert lengur. Og ég tala alveg þetta við unglingana, bara má ekki reyna við konur í dag. Og ég meira að segja sko, var einu svona með fyrirlestur fyrir foreldra og þá var einn pabbinn sem nefndi þetta við mig að þetta væri nú liggu við þannig í dag að þeir opnuðu hurðar fyrir konur og þá var þetta liggu við bara maður ásakar kynferðisofbeldi. Og þetta nú bara, ég vil meina að þetta sé bara menn sem bara alls ekkert að hlusta á það sem verið að tala um. En í kannski þessum klámvædda heimi, þar sem að körlum einhvern veginn sagt bara að þeir eigi rétt á ýmsu, þeir eigi bara að vaða áfram og ef þeir fá ekki það sem þeir vilji, þá þeir að halda fram að biðja halda fram að suða, vera ágengir þangað til þeir fá sitt. Að þá kannski það að gera það að verkum að þú veist, við erum að sjá þetta gerast, að fullt af fólki að verða gerendur og fullt af fólki að verða fyrir ofbeldi. Já, þannig að við þurfum svolítið að fara bara held ég í grunninn á þessu og ég búin að vera sko í núna seinustu mánuði í starfshópi hjá menntamálaráðuneytinu, þar sem við erum að leggja fram tillögur úrbætur í kynferðismálum fyrir grunn- og framhaldsskóla. Þannig að ég bara legg áherslu á það að við reynum einhvern veginn að koma þessu í eitt skipti fyrir öll inn í skólakerfið okkar. Ég held að við náum þannig raunverulegum breytingum með því að tala við unga fólki okkar og svo smám saman skilar það fólk sér inn í samfélagið okkar sem einmitt fólk á vinnumarkaði og fólk í heilbrigðisgeiranum og bara alls staðar í samfélaginu okkar. Þá eru það einstaklingar sem hafa fengið fræðslu frá því að voru börn hvað sé eðlilegt, hvað sé ekki eðlilegt. Þannig að ég held að það sé mjög mikilvægt að við setjum svolítið fókusinn á þetta og orðræðan þarf líka bara algjörlega að breytast að þolendur að fólk sem ásaki aðra ofbeldi stígi fram og segi frá því sem það hafi gert, að það einhvern veginn orðræðan sé, já það séu bara athyglisjúkar konur sem séu rosalega afbrýðisamar út í velgengni meintra gerenda, séu að skemma orðspor, séu bara geðveikar. Og ég held að við þurfum bara að fara einmitt að samþykkja það og ekki samþykkja það. Að samþykkja það sko að þetta sé staðan en að samþykkja það ekki að hún eigi að halda þannig áfram. Við þurfum átt okkur á stöðunni til að geta síðan gert betra í framhaldinu. Og ég fór aðeins að veltaði fyrir mér hvað verkalýðshreyfingin gæti kannski gert í þessari stöðu og ég á nú pabba sem búinn að vera í verkalýðsbaráttu í áratugi
og ræddi aðeins við hann í gær því að hann þekkir verkalýðsbaráttuna miklu betur heldur en ég og leitaði ráða til miðaldra pabba míns. Og hann benti mér á að sko, það gæti verið ofboðslega mikilvægt fyrir verkalýðsbaráttuna að upplýsa félagsmennina sína það að þeir séu til taks ef það komi upp ofbeldi á vinnustöðum. Af því að ég fekk alveg slatta af þannig sögum sendar til mín á Fáið Instagrami. Upplýsa félagsmenn að það sé einhver aðstoð í boði og þá jafnvel að ef félagsmenn myndu leita til ykkar að bjóða upp á annarkvort sálfræði aðstoð eða lögfræði aðstoð í kjölfari. Að ég veit að fólk upplifir svo oft ef það verður til dæmis frá ofbeldi af hálfu einhver sem er í hærri stöðu í starfinu að þá upplifa þau kannski einmitt vinnan sé í hættu ef ég segi frá, verður mér sagt upp. Og það því miður raunin á einhverjum vinnustöðum og einhverjum sögum sem ég fikk senda til mín að fólk bara missti vinnuna sína, fékk ekki fleiri vaktir. Þannig að verkalýðshreyfingin taki svolítið skýra afstöðu það að ef að fólk stígi fram og segir frá ofbeldi á vinnustöðum að þá sé það ekki einhver endastöð, að það sé þarna aðstoð í boði, þarna séu stjórnendur sem séu tilbúnir til að hlusta, axla ábyrgð og grípa inn í og einmitt bjóða kannski fram fjárhags aðstoð því ég veit að líka margir neita sér það að biðja lögfræði aðstoð eða sálfræði aðstoð í kjölfar brota. Þannig að finna fyrir þessum stuðning held ég að gæti skipt sköpum fyrir félagsmennina hjá okkur. En nú er ég búin að tala svolítið mikið í hringi og ég held sé að vera komin yfir tíma minn þannig að ég hingra bara á að hvort það sé einhverjar spurningar í lokin til mín og þakka fyrir mig. Þú ert búin að tala nákvæmlega í 14 mínútur og 56 sekúndur. Það aldrei tekist áður. sem algjörlega til fyrirmyndar og eftirbreytni fyrir þær sem ætla að tala hér á eftir. Og takk kærlega fyrir þessa góðu brýningu til okkar í verkalýðshreyfingunni. Og við þekkjum náttúrulega Guðbrand hér, svoleiðis að við veitum að hann hefur á þessu mikið vit og þekkingu. En þá ætlar, og mjög eðlilegu beinu framhaldi Fríða Rós næst, yfirmaður teymisstjóri fræðslumála við Eflingu, sem hvað ég var að segja, taki boltann svolítið beint frá Sólborgu. Gjörðu svo vel, Fríða. Takk fyrir að koma þið sæl. Ég ætla að byrja því að deila glærum. Það ætti að vera komið svona. Hér í dag ætla ég að fjalla allt frá kynjakerfi yfir í það hvað þarf að gera núna og ég ætla bara að vinda mér beint í efnið. Byrjum sem sagt á kynjakerfinu. Kynjakerfið greining á þeim kynjaða valdaheimi sem við búum við. Hvert sem litið þá birtist kerfið okkar þar sem ójafnvægið alveg gigantískt. Hér við tengt til alls ekki tæmandi listi en aðeins til að átta sig á birtingarmynd kynjakerfisins. Konur með lægri laun í lægstu stéttum á vinnumarkaði viðhaldi ríki og sveitarfélögum til dæmis. Erlendar konur í lægri stéttum en íslenskar, konur sem meira umönnun barna og eldra fólks bæði ólaunað og launað. Konur mun meira nauðgað en körlum, karlar langstærsti meirihluti gerandi í nauðgunarmálum, karlar langstærsti hluti geranda í sifjaspellsmálum, konur með erlenda bakgrunn verða frekar fyrir kynferðisofbeldi, fatlaðar konur verða frekar fyrir kynferðisofbeldi, hinsegin fólk verða frekar fyrir ofbeldi, þar má sérstaklega nefna transkonur. Konur sjá mun meira heimili og fjölskyldu. Konur sjá mun meira emotional labor eða tilfinningavinnu eða þriðju vaktina eða hvað maður kallar það. Fjórðungur kvenna á Íslandi hefur orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi eftir 16 ára aldur. Stærstur hluti kvenna hefur orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi eða áreitni á Íslandi. Eins og ég segi, þetta ekki tæmandi listi, heldur bara innsýn inn í það valdakerfi sem við búum við. Til dæmis má nefna kvennastörf yfir höfuð minna virði heldur en karlastörf. Og margt í framsögu Sólborgar áðan, hún talaði mikið þessa kynjuðu menningu, þar sem kallar taka sér rýmið og annað álíka. Og innan okkar kynjakerfis, þar þrífst nauðgunarmenning og hún að grassera við einhvers konar kjöraðstæður. Í grein Finnborgar Salóme og Gyðu Margrétar nauðgunarmenningu frá 2019 stendur nauðgunarmenningu.
Í nauðgunarmenningu eru valdbeiting og yfirráð álitin kynæsandi sem ýtir undir kynferðislegan yfirgang karla. Karlar mynda félagsleg tengd sín á milli með því að áreita konur kynferðislega. Þeir eru þá ekki eingöngu að beita valdi og niðurlægja konur heldur einnig að styrkja stöðu sína og tengsl innan karlahópsins. Tilvitnun lýkur. Svo telja þeir upp svona ákveði hvað rannsóknum á Íslandi þessi veruleiki hefur birst. Ég set hann hérna fyrir neðan, það líka hægt bara, hún ókeypis aðgengileg greinin og heitir Ábyrgar konur og sjúkir karlar, mæl með henni. Þetta svona myndræn framsetning á nauðgunarmenningu og myndræn framsetning á nauðgunarmenningu verður aldrei eitthvað svona tæmandi listi. Þetta svolítið óskert hérna efst en það stendur morð og þar fyrir neðan kynferðislegt ofbeldi, hópnauðgun, nauðgun, ofbeldi og svona hótanir skömmun þegar fyrir neðan, ásátur áreitni fyrir neðan og svo neðst eru þá svona nauðgunarbrandarar og fleira. Reglulega gerast bylgjur eða byltingar þar sem kemur svona brestur í umburðarlyndi gagnvart kynbundnu ofbeldi. Og þetta ofbeldi og ofbeldi gegn konum og börnum. Allt of lengi hefur ríkt þöggun á landinu það staðreynd að stærsti hluti kvenna og allt of mörg börn verða fyrir kynbundnu og kynferðislegu ofbeldi. Og konur hafa verið að hvísla ofbeldi, þær hafa sagt frá því, þær hafa grátið það, þær hafa öskrað það í mjög langan tíma núna. Ef við skoðum MeToo. Þann 24. nóvember 2017 deildu konur í stjórnmálum sögum sínum kynferðislegt ofbeldi og áreitni innan þess geira. Í kjölfarið birtust sögur fleiri hópa. Hóparnir eru alls 30 og það voru 17 af þeim sem stigu fram og komu fram með yfirlýsingu. Ég vona að ég sé að fara með réttar tölu því ég segi að þetta sé 800 sögur og 6.000 konur skrifuðu nöfnin sín undir yfirlýsingar. Og nú árið 2021 kemur einhvers konar MeToo taka 2. Þar stíga þolendur fram, í langflestum tilfellum það eru langflestum tilfellum konur og þar stíga fram undir nafni. Og nú vitum við ekki hversu margar hafa deilt sögum sínum en þær eru einhver 100, jafnvel einhver 1000 og þá ég að tala þær konur sem birta sögur sínar opinberlega. Svo eru það þær sem deila sögum sínum inn á lokuðum hópum á samfélagsmiðlum, þær sem deila með sínum nánustu og svo þær sem skrifa niður fyrir sig sjálfar. Svona bylgja eins og MeToo 2 hefur margfeldnis áhrif í samfélaginu. Vatnið svona gárast í kringum hverja einustu sögu. Þar sem konur samsama sig með hver annari, spegla sig og sína upplifun, rifja upp, tala saman, finna það þarf meira réttlæti í kynferðisbrotamálum yfir höfuð. Eitt sem mér finnst mjög athyglisvert því ég ber saman 2017 og 2021. Í fyrri bylgjunni setti konur nöfn sín undir gommu af frásögnum. Og það var til einhvers konar mengi kvenna, enginn veit hver á hvaða sögu, en þær standa allar saman á bak við sögurnar. Í bylgjunni núna eru konur að komast fram, eins og ég segi, undir nafni, sín eigin nafni. Og þær koma margar fram með miklu nánari lýsingu á ofbeldinu og gefa vel í skyn hver gerandinn er. Og þannig verður til mengi af svona hugsanlegum gerendum, jafnvel fámennt mengi, þannig að nokkrir liggja undir grunn, þar til gerandinn stígur fram og svona hleypir hinum út úr menginu, sleppir þeim lausum, þessum saklausu. Og ef hann gerir það ekki, þá liggja hinir áfram undir grunn, jafnvel bara svona lítill hópur samstarfsfélaga. Nú er að sjá svolítið dæmi það. Og þolendur finna margar að í þögguninni, það gerist ekkert neitt þar. Og sannleikurinn hann má koma fram. Þær vilja ekki þegja hvað gerðist eða hver gerði hvað. Ég nota oft þessa mynd í fyrirlesturum að þeim minnstu alltaf verið á einhvers konar flekaskilum og kunnum ekkert að búa þessa brú til þarna milli nema þarna á Suðurnesjum.
Þolendur mega segja frá. Það þeirra réttur. Það var brot, það gerandi, það þolandi, það eru afleiðingar, alveg sama hvort gerandinn gengst við broti sínu. Þá má segja frá því. Og í þessum flekaskiljum erum við að sjá svona útmáningu á stigsmun ofbeldis, sérstaklega núna í þessari MeToo taka 2. Svona hrottalegt versus svona mildara ofbeldi. Þetta allt ofbeldi. Þetta allt valdníðsla og þetta hefur allt afleiðingar. Konur upplifa að þeirra mesta svona grótesku nauðgun sem svona erfiðast fyrir okkur hin kannski að lesa lýsingar á. Hafa lyfjanauðgun af ókunnugu manni sem tókaði með öll völd. Það hefur ekkert endilega meiri afleiðingar en frændi þeirra hafi misnotað sem barn eða þegar vinur braut á þeim. Þannig að þær mistu jafnvel útskrifaðar úr sínum vinahópum. Afleiðingar geta verið svo rosalega mismunandi, alveg mismunandi og þolendur eru margir. Og þolendur finna mikið fyrir þeirri svona borgaralegu skyldu að vara við ofbeldismönnum. Og svona sérstaklega lyfjanauðgun, af því þær eru svona líklegastir til að endurtaka brot sín og ég sé svona lyfjanauðgun svolítið bara svona eins og mannrán, það svona allt tekið af þér. Ef þolendum dirfst að segja nafn geranda sinna eða ef einhver þeirra nákominn segir opinberlega nauðgari, nauðgari, þá hefur það liðist mjög langar hríð núna að þær eru kærðar í margar fæði gegnum það. Og þetta mynstur hefur viðgengist alltaf lengi og þolendur eiga sína sögu og þær eiga ekki sína sögu og þær eiga að þegja, það svona skilaboðin. Gerendur sem hafa stigið fram allt frá síðustu MeToo-bylgju hafa talað svona slæm samskipti, vond samskipti eða svona eitthvað fara yfir mörk. Á þannan hátt eiga stofnarar líka til að tala þegar verið að tala ofbeldi. Svona einhver slæm samskipti. Og núna við þurfum ekkert að lesa neitt rosalega margar frásagnir þegar það blasir við að þetta ekki lýsing á því sem á við. Það segja flestir þolendur að það sé þrekvirki að upplýsa ofbeldi og nýta sér þær fáu bjargleiðir sem í gangi í okkar samfélagi sem standa til boða þolendum til að fara fram með sín mál. Þær gera þetta ekki að því samskipti voru slæm eða það var svona rétt örlítið farið hugsanlega kannski yfir einhver mörk. Nei, þær eru beittar ofbeldi, punktur. Að nota þessa lýsingar yfir ofbeldi að mínu mati ekkert annað en normalisering sem við heldur nauðgunarmenningunni, svona rétt eins og einhvers konar brandarar. En við endilega að kenna góð samskipti og setja mörk, það alveg ákveðin leið, en við ekki að nota þetta sem lýsingu á ofbeldi. Og á þessum flekaskilum, þessum hérna, þar situr blessað dómskerfið. Og það sýnir sig endurtekið að það kerfi tekst bara ekkert á við kynferðisbrot og neinu samhengi við tíðnibrota eða alvarleika þeirra. Bara alls ekki. Og dómskerfið með stigsmunaofbeldi en það hefur ekki tengingu við afleiðingar og áhrif á þolendur. Dómskerfið og okkar samfélagsstrúktúr meta ekki alvarleika brota út frá afleiðingum. Kannski svolítið einfalda en svona það samt í telmi geta haldið þessi fram. Í gegnum tíðina hefur þetta orðatiltæki komið fram óteljandi sinnum þegar kemur að kynferðisbrotamálum. Saklaus, sekt sönnuð og þetta svona mjög áhugavert í þessu samhengi, þessi setning svolítið svona fleygt fram bara í mjög mörg ár, svona eins og svona allra trompa, svona fólk svona setur þetta fram og hallar sig svo aftur og bara svona saklaus, sekt sönnuð og bara svona voilà. Og við vitum samt að við erum með algjörlega gallað dómskerfi þegar kemur að réttarvörslukerfi, þegar kemur að þessu málum. Og ég hugsa bara, í hvaða kerfi á að sanna þessi mál? Dómskerfi er svona tákmynd flekaskiljanna í samfélaginu í dag. Afleiðingar geta til dæmis sannað ofbeldi, en það voða lítið tekið mark á afleiðingum þegar kemur að kynferðisbrotamálum, afleiðingum fyrir stuðstöðu við
hafa verið talaðar niður. Það tók til að mynda mörg ár að fá réttarkerfi til að taka áfallastreitu alvarlega. Og svo segja margir, já, ef þú ert með það alvarlegt mál, þá getur bara farið í einkamál. Og þá vil ég í þessu samhengi vitna í Hildi Fjólu Antorsdóttur núna í fréttum á dögunum þar sem hún segir í þessu málaflokki eru brotaþolar iðulega ungar konur og það að eyða lunga úr sínu unga lífi að vera með mál fyrir dómstólum hræðileg tilhugsun fyrir flesta. Ég held að við getum nú öll tekið undir það. Og eftirlitsnefnd Sameinuðu þjóðanna, eftirlitsnefnd samning Sameinuðu þjóðanna afnám allra mismununar gegn konum hefur lýst áhyggjum sínum af framgangi nauðgunarmála innan íslenska réttarsvörslukerfisins. En það sem við erum með rosa gott kerfi, það að taka á móti þolendum. Þar sem brotaþolar geta unnið úr sínum afleiðingum, lært að lifa með þeim, þar sem kom fyrir þau og svona bara haldið áfram lífinu. En auðvitað ekki öll sem náttúrulega ná aldrei bata og sem missa líf sitt. En mér finnst þessi listi, ég fékk leyfi hjá Sigþrúði til að sýna þennan lista sem hún deildi daginn á Facebook. Við erum með rosalega gott kerfi til að taka á móti þolendum og þessi svona fyrri parturinn nánast allt sko rekið af og sett á legg af kvennahreyfingunni. Og okkur vantar allar stoðir til að láta ofbeldi ekki gerast eða láta gerendur hætta ofbeldi. Og ég spyr mig bara oft, erum við að bíða eftir einhverju að setja á bara raunverulegt úrræði fyrir gerendur í kynferðisbrotamálum. Vissulega sko heimilisfriður, það svona fyrir þau sem hafa beitt ofbeldi í nánum samböndum. Þannig að það næri ekki kannski yfir nauðganir þótt að margir í samböndum, nánum samböndum hafi líka nauðgað, þannig við erum ekki með þetta úrræði fyrir nauðgara. Við vitum sem sagt talsvert svona hverju þarf að breyta og við eigum leiðir til að breyta því. Það vantar ekki rannsóknir sko á því og það vantar ekki fleiri rannsóknir á því hvort kynferðisofbeldi sé útbreitt. Þetta svona eins og heimsfaraldur, magnið svona alveg það mikið. En það þarf náttúrulega að ganga til aðgerða, það þarf að breyta menningu og ein leið sem tala nú svo áhrifaríkasta að fræða og þar þarf náttúrulega bara allar stofnanir að axla ábyrgð. Og þegar ég segi stofnanir þá ég við ríki, stjórnvöld, opinberar stofnanir, sveitarfélög, verkalýðshreyfinguna, vinnustaði, skólakerfi, bara svona stofnanir í svona breiðustu mynd, heimilin. Og til að mynda eiga vinnustaðir að gefa mjög skýr skilaboð og þetta má tala ofbeldi og á þolendur sé hlustað. Það hægt að gera til að mynda með efni til að hafa upp á vegg og regluleg fræðslu ofbeldismál og þar má vissulega koma með fræðslu heilbrigð samskipti og þjálfun í að hlusta þegar fólk setur mörk. Og eftir síðustu MeToo-bylgju var farið í alls kyns greiningar á stöðunni og ekki síst að greina svona hvað þarf að gera. Og til að mynda þetta sem hér á glærunni, það var fundur sem heildarsamtök verkalýðshreyfingarinnar og Kvenréttindafélag Íslands hélt öll stóru félögin, heildarsamtökin og Kvenréttindafélag hélt fund með þolendum sem áttu mikið af þessum sögum. Það var bara opinn fundur og fjölmargar konur mættu. Og margar af þeim deildu með okkur á fundunum að þær hefðu átt þessar sögur. Þannig að þær hafði mikinn áhuga á ofbeldismálunum og að gera þau betur. Og ég ætla bara að taka þess úr þessari skýrslu og leggja hér á þessum fundi svona áherslu á hvað ég sé, bara ég búin að vinna þennan verkalýðshreyfinguna núna í 1,5 ár og hef unnið í ofbeldismálum í einhvern veit ekki minnst hvað mörg ár. Svona hvað ég hef séð, og mér finnst mjög svona relevant fyrir og þetta allt tekið úr þessari skýrslu. Það sem mér finnst ennþá passa. Fríða, ég ætla að gefa þér svona 2-3 mínútur í viðbót. Já, það passaði mjög vel. Takk. Og ég myndi náttúrulega bara vilja nefna fyrst fræðslu
og svona kerfisbundna reglulega fræðslu sem þarf að vera fyrir starfsfólk og til að aðstoða þau við að taka á móti þolendum og vinna af ofbeldismálin. Það þarf að vera til náttúrulega mjög skýr verklög þessi mál. Það þarf að vera þjálfun til að hoppa hratt yfir þessu glæri. Það þarf náttúrulega að vera aðgerðaráætlun, en það sem mér langar mest að leggja áherslu á, þannig við reynum einhvern veginn að fara úr því að vera alltaf að hjálpa þeim sem eru búin að lenda í ofbeldinu. Við förum einhvern veginn að leggja áherslu á forvarnar hlutann. Þar held ég að sé mjög sterkur leikur hjá verkalýðshreyfingunni að koma þar inn og vinna það í sameiningu, bæði forvarnarstefnu og líka bara forvarnarstarfsemi, bara byggja hana upp saman. Og líka bara að við fyrir að kannski draga fram það efni sem þegar til, eins og þetta. Mér langar að bara, held ég sé að enda, mér langar að enda á að aðeins að ávarpa þá þolendur sem hafa stigið fram núna. Þolendur eru núna undir alveg gríðarlegu álagi, svona seinustu vikurnar og áfram. Ekki bara það sem hafa birt sögur sínar, heldur ástandið sem í gangi núna, það taugastrekkjandi, triggerandi fyrir þolendur. Og afleiðingar sem þolendur hafa til dæmis unnið úr, blossa upp á svona tímum. Gamlir verkir taka sig upp og svo má áfram telja. Það þýðir að við verðum að sýna svona ekstra mikla nærgætni við fólk, maka, fjölskyldu, samstarfsfólk. Við verðum öll að sýna ekstra mikinn skilning, hlusta og gefa aukið svigrúm. Og þolendur þurfa núna rými, áheyrn og nærgætni. Og ég biðla til atvinnurekenda að hvetja og veita starfsfólki svigrúm til að leita sér aðstoðar núna. Að ávarpa það og hvetja fólk áfram til þess. Við búum við alveg rosalega mikla meðvirkni með ofbeldi, hvort sem maður kallar það gerendameðvirkni eða bara meðvirkni. Og þetta mjög hættuleg staða sem við erum í, múin að vera það lengi. Og þetta náttúrulega bara á heimsvísu, þetta ekki bara Ísland, sem að gangi gegnum ákveðin svona brot og umburðarlyndi. Mig langar að nýta tækifærið og senda kveðju til minna vina í Palestínu og segja frelsum Palestínu. Takk. Takk, Fríða. Og þá síðust af frummælendum Hulda Dóra Styrmisdóttir sem vinnur í mannauðsmálum á Landspítalanum og ætlar að vera verkefnastjóri á mannauðssviðinu og hún ætlar að fara yfir með okkur aðeins reynsla af viðbrögðum þeirra í kjölfar fyrstu bylgju. Gjörðu svo vel, Hulda Dóra. Já, góðan daginn og takk fyrir að bjóða mér að vera hérna. Ég heiti Hulda og vinn á skrifstofu mannauðsmála Landspítala og þar verkefni mitt að vera stuðningur við stjórnendur og starfsmenn og vinn meðal annars í stuðnings- og ráðgjafarteymi spítalans og við komum að úrvinnslu mála sem að fólk stígur fram og þolendur stíga fram hjá okkur. Landspítalinn náttúrulega þessi risastóri kvennavinnustaður. Við erum með 6.200 starfsmenn. Sjá, nú ég að reyna hérna að færa glærið mínar, já. Ég ætla bara að byrja örstutt á að segja ykkur hvað við gerðum 2017 og 2021 og lærdóminn sem við erum bara svona rétt að byrja að draga núna í þessari annarri bylgju og svo fer ég aðeins nánar út í þetta. Við nýttum það sem við köllum samskiptasáttmálann sem grunnþátt í viðbragðinu hjá okkur og þegar ég hugsa tilbaka og hlusta á þessi frábæri erindi frá Sólborg og Fríðu að þá vorum við kannski með því að gera þetta sem að þið voruð að tala um að vinna í grunninn og vinna með forvarnir. Og það voru upphafssamtöl þar sem var verið að búa til sáttmálann og grunni í sáttmálanum. Það var innleiðing og það var samtal þar
Við unnum líka sérstaklega með verklagi sem við vinnum með þegar fólk að leita til okkar með mál. Við lærðum af málum og við settum inn breytingar á verklagi. Við settum inn viðbætur í áhættumat starfa og svo kannski eftirfylgd síðustu 2 ára hefur meira verið í formi samtals líðan og vinnustað að gæta sjálfum sér og öðrum á álags vinnustað og þá erum við aftur í þessum svona kannski almenna forvarna fasa, skulum við segja. Lærdómurinn sem við erum einhvern veginn að byrja að horfa á og fyrsta ígrundunin bara þegar við erum að fá núna viðbrögð til okkar frá okkar starfsfólki sem að koma með mjög skýra ábendingar það hvað við getum gert betur og þegar ég segi við þá það við sem erum að vinna með þetta verklag en að sjálfsögðu það að einhvern veginn á ábyrgð allra í vinnuumhverfi að hjálpa til við að búa til öruggt. Þannig það ótrúlega gott að fá þessi ábendingar þó að maður þurfa alveg að svona þú veist bara það alltaf óbáslega mikilvægt að fá rýnina en og það mikilvægt að taka henni og fagna henni. Þannig að við erum þar. Þannig að við erum algjörlega búin að það bara koma að næsta skrefi, punktur basta. Viðbrögðin og það sem við gerum var gott en skilningurinn, orðræðan og umhverfið hefur bara einfaldlega þroskast og það dásamlegt að sjá þennan þroska. Mér finnst það yndislegt, ég held að hluta af því eru sársaukinn og erfiðleikarnir sem öll gengi í gegnum saman á síðasta ári og við vildum öll að það hefði ekki verið en það yndislegt að sjá hvað við erum einhvern veginn búin að þroska skilning til dæmis andlega líðan og hvað getur haft slæm áhrif á hana. Það sem að mér finnst að mörkin eru orðin skýrari. Ég veit ekki hvort að við kannski munum öll þannig í upphaf 2017, við vorum öll einhvern veginn svona að læra og þú veist hvar eru mörkin og eitthvað svona hvernig eru við. Þau eru bara vandalegt skýr núna. Og þess vegna komið minnkandi þol fyrir óviðeigandi hegðun. Það ekki, það miklu erfiðara að segja, ég bara fór óvart mörk, svarið því nei. Það bara dálítið kristaltært, hvað ekki viðeigandi hegðun. Og við skiljum líka miklu betur núna afleiðingar. Það sem við erum líka að sjá bara mikilvægi þess að lækka þröskulda. Þú veist, þegar maður horfir á einhvern veginn þú veist, alltaf að vinna í sínu eigin verklagi, þá finnst manni það kannski vera ágætt. En svo kemur fólk og rýnir það utanfrá og við sjáum það þarf að lækka þröskuldana. Við þurfum að gera það skýrara. Og það erum við kannski komin inn í lið númer 2 að svona gera þetta ferli og fræðslu og framkvæmd skýrari. Við þurfum að endurskoða verklag, við þurfum að endurskoða bæta aðgengi upplýsinga, gera sýnilegri skilgreiningar og viðbrögðum, endurnýja fræðsluna okkar klárlega og þjálfun, hvernig við höldum utan vinnslu mála og eftirfylgd. Kjarninn í öllu sem við erum að gera að reyna að búa til öruggt vinnuumhverfi þar sem fólki líður vel. Það verðmæti fyrir allra og það ábyrgð allra. Ef við skoðum aðeins nánar að þá, sem sagt, þegar MeToo-bylgjan byrjaði 2017, þá strax í nóvember og desember þá gerðum við litla könnun, örkönnun sem var 1000 manna úrtak 2017 og svo gerðum við aftur 2019. Og það sem kom úr þessari könnun, hún var til þess að hugmynd sem hafði verið í gangi í nokkur tíma, það var bara ákveðið að hrinda í framkvæmd. Vegna þess að jafnvel þó að flest samskipti á Landspítala séu góð, að þá eru mörg það alls ekki. Og fólkið okkar upplifir einelti, áreitni og ofbeldi. Og það var bara alveg skýrt að við þyrftum að bregðast við. Og við gerðum það aftur með svona grunnvinnu og svo líka vinnu fyrir breytingar og viðbrögðum fyrir þolendur. En grunnvinnan var sem sagt samskiptasáttmálinn, og nú er ég að reyna að passa tímann svolítið. Tilgangurinn með honum var að bæta öryggi sjúklinga með skýrum staðfestum og öguðum samskiptum. Okkar starfsemi þannig að það skiptir öllu máli að fólki líði það vel að það geti tjáð sig og þora tjáð sig það sem það þarf að tjá sig hvað sem það snertir öryggi sjúklinga eða áreitni af hendi einhvers í nærumhverfinu.
Við vildum líka með sáttmálanum bæta líðan starfsfólk með betri samskiptum og verða eftirsóknarverðari vinnustaður. Það sem var gert vorið 2017 var að halda 50 þróunarfundi. Það var öllum boðið að skráði sig 700 þáttakendur og það sem var gert var að fólk var beðið að skrá niður atvik, samskipta atvik, hvers konar atvik, bæði jákvæð og neikvæð. Síðan voru þessi atvik þemagreind, það komu 900 og út úr þeim var samskiptasáttmálinn okkar til. Okkur var sagt í upphafi að þetta væri langhlaup, þetta svona svolítið breyting á í raun og veru svona grunnþáttum í svona menningu og það var sem var meðal annars gert var svona farið á stað með svolítið svona margþætta kynningu. Ég ætla að staldra örlítið við sáttmálann sem slíkan og svo tölum við svolítið meira verklag. Þetta myndir af fundum af fundum sem við héldum, þróunarfundirnir sem við vorum með og blöðin að niðri þessi blá og gulu, það eru það sem við skráðum atvikið. Út úr þessu, og þetta voru semst þemun sem komu út úr þessum þróunarfundum og við höfum talað samskiptasáttmálann sem verkfæri. Við höfum sagt að hann sé verkfæri en ekki vopn. Verkfæri til að styðja skýr, skilvirk og jákvæð og hlý samskipti. Þarna eru þessir 8 þættir: viðmót, virðing, fagmennsku, umhyggja, skilningur, ábyrgð, hreinskilni og jafnræði. Notuðum margar leiðir, við erum með svona í kringum 200 einingar, þannig að þetta svona stórt verkefni og sumar deildir tóku umræður sjálfar, aðrar fengu eitthvað frá til dæmis mannusvið til að leiða vinnustofur og ég tók meðal annars þátt í svona 50 vinnustofum þegar vorum að tala samskipti. Við þýddum samskiptasáttmálann yfir á ensku og pólsku. Þetta bara partur af efninu sem var búin til. Þetta á vefnum, það voru búin til plaggott þar sem fólk gat skrifað undir að væri tilbúið að taka þátt í samskiptasáttmálann, voru bæklingar og auglýsingar. Deildir eins og ég sagði tóku boltann, sumar tók hann ákaflega skýrt eins og til dæmis deildirnar okkar á Kleppi, það sem mjög mikið viðkvæm og flókin samskipti, þannig að þær fóru mjög dýptina í vinnunni með sáttmálann og það var ótrúlega gefandi að fá að taka þátt í því með þessu frábæra fagfólki á geðsviði sem þarna starfar. Og svo voru sett upp alls konar plaggott sem voru bæði hægt að prenta út en síðan hafa verið notuð núna bara á skjáborðum víðsvegar spítalann. Og svo fylgdu við þessu eftir haustið 2019 með því að búa til myndefni, svona lítil vídeó. Ég ætla að fara mjög hratt núna, ég ætla ekki að staldra við að ég að passa tímann. Við erum sem sagt inni í hverjum þætti svona sem sagt bæði svona skilgreiningartexti og svo viðmið eitthvað sem við stefnum alltaf að og eitthvað sem stefnt að því að gera aldrei. Þannig að þetta svona sett aldrei skýrt þarna inn og inn í þessum þáttum eru viðmið sem að snúa beint að áreitni og einelti og ofbeldi. Við reynum að vera mjög skýr á því að hroki, áreitni, einelti og ofbeldi bara á ekki viðgangsta Landspítala og óheimilt. Stundum hefur fólk beðið okkur sérstaka fræðslu og þá höfum við farið á dýptina með áreitni og einelti og ofbeldi en í flestum tilvikum þá hefur það verið svona meira almennt samskipti. Það var mjög mikil umræða viðbrögð og ráðleggingin alltaf fyrstu viðbrögð að setja mörkin skýrt. Ef fólk treystir sér ekki til þess sjálft að fá við það aðstoð og ef að alvarlegt eða endurtekið brot sé að ræða að láta vita. En það þarf að komast yfir hindranir til þess að láta vita. Og við vitum það og það klárlega eitt af því sem við þurfum að gera miklu betur og það að lækka þröskulda og hjálpa fólki að hafa meira þol til að stíga fram og þá þurfum við líka að vera betri að taka á móti. Kjarnaþemað í því sem við höfum að gera að vinna með virðingu.
Vinnsla mála, við höfum horft til reglugerðarinnar nr. 1009/2015 þar sem eru skilgreiningar og skyldur. Þar með talið að við meðferð mála skal atvinnurekandi sýna varfærni og nærgætni í aðgerðum sínum við virðingu og einkahagi hlutaðeigandi starfsmanna í huga. Við höfum sett stuðning við aðila máls sem hluta af ferlinu. Það Ég ætla að stoppa því svo Hulda eftir svona 2 mínútur. Já, Bara. ok. Já. Og við höfum alltaf lagt áherslu á að við förum ekki áfram með ábendingar án samþykkis þolenda. Við höfum, eitt af því sem við settum inn var skoðun af því við fundum að það var svolítið erfitt, mörgum fannst erfitt að fara inn í formlegt kvörtunarferli. Við vonumst til að það myndi lækka svolítið þröskulda, við vitum að það er gert það í einhverjum tilvikum en ekki öllum. Þetta það sem við höfum mikið verið að velta fyrir okkar og myndum mjög gjarna þiggja virkilega gott samtal við stéttarfélög. Vegna þess að við höfum skyldur sem atvinnurekandi og stjórnendur hafa ábyrgð hvernig þeir bregðast við varðandi gerendum. Við þurfum að finna út hvernig viðbrögð mæta þolendum á samfélagi spítalans og hvernig viðbrögð passa innan ramma laga. Sem sagt, þetta var það sem við gerðum. Eitt af því sem við gerðum var til dæmis að setja inn í áhættumatið, hvernig við höfum lært af málum og meðal annars horft á rými á vinnustaðnum. Svo kom 2020, þá fór áherslan á samhæfingu gegn COVID og að vinna við stuðning með fólki þar. Við höfum verið að horfa á þetta, bara líðan, hjálpa fólki gegnum óttann og hræðsluna og missin, leggja áherslu á að fólk gæti vel að sjálfu sér og svo erum við komin hingað. Og ég sem sagt erum komin inn í aðra bylgju MeToo og við erum byrjuð með samtali innan hús á þessum nótum sem ég fór yfir í upphafi. Hérna kannski, og bara svo að þessi sagt, það ótrúlega gott og mikilvægt að hlusta á bæði Sólborg og Fríðu og þættir þar sem að klárlega munu koma inn í það hvernig við förum að endurskoðun. Fríða, þú talaðir bylgjur á vatni. Við höfum líka litið á það þannig að við sem Landspítali, það skiptir öllu máli að fólkinu okkar líði vel og það upplifir sig öruggt í sínu vinnuumhverfi og kjarninn í því að við erum að vinna með fólki á þeirra viðkvæmustu stundum og við erum að styðja okkar sjúklinga og aðstandendur og til þess að við getum stutt sjúklinga og aðstandendur sem best, þá þarf fólkið okkar að vera öruggt og það þarf sjálft að búa yfir von og sjálfstraust og upplifa öruggt. Þannig að bara kæra þakkir fyrir að fá að taka þátt í þessu samtali með ykkur og bara við erum mjög þakklátt fyrir allar ábendingar.